Já, það er búin með dark romance. Vá, þetta skref. Þetta a new genre. Já, þetta a new genre. Jæja, lights out. Í okkar lífi. Já. Ég varstu búin að sjá hvað hún trending á TikTok eða? Nei, ég var ekki búin að sjá. Ekki heldur. Nei. Ég sá bara, ég searchi hana eftir að klára hana inn á TikTok og það var bara allir að missa yfir henni. Ég bara, what? Þinn gat við tókum hana. Já. Já. Við ætlum alveg nokkur sinnum að hætta við. Ég var náttúrulega bara skítrætt við henni disclaimer. Nei, sko, disclaimerin verri en öll bókin. Já. Ég var að spila disclaimerin þannig að fólk viti hvað við erum að fara að tala um en að... Já, en samt þeir sem eru að hlusta þið ekki búin með bókina? Kannski ekki. Ok, spilum hann bara til að refresh your memory líka að þú ert búin að lesa hana. Já. Þessi disclaimer alveg, já, þú veist, við vorum skítrættar. Skít. Við tók okkur mjög langa tíma að actually byrja á henni. Já. En ég ætla að spila það fyrir ykkur hérna. Þetta 1 mínúta eða eitthvað. Okay. Zando Audio presents Lights Out, written by Nevessa Allen, performed in duet by Elena Wolf and Jacob Morgan. Lights Out is a fast-paced, dark stalker romance with a morally gray male lead. Some themes and scenes may be disturbing. Listener discretion is advised, as this book contains sexually explicit discussion and scenes, including anal play, discussion of past trauma, alcohol consumption, mention of off-page rape. Ég man ekkert eftir einhverju alcohol consumption. Jú, hún fæst sér vinglas. Hún kom heim á vinnunni. Það var að geta triggering. Ég var bara, hvað meinar þú alltaf? Remembered child abuse, medical content, blood and gore in a hospital setting, discussion of mental health, limited description of a mass shooting, stalking, car accident description, death of a parent, and description of a violent death. There's also mention of domestic abuse, invasion of privacy, home invasion, hidden cameras, hacking, theft, unintentional cannibalism, and desecration of a body. Finally, Lights Out contains breath play, knife play, gun play, fear play, kidnap play, primal play, mask play, and consensual dubious consent. I think that covers everything. If you are sticking around, hope you are ready to play. They must be. Especially since this book is dedicated to those brave enough to ride the handle. To ride the handle. The handle, sko. Það er að fatta það. Já, nei, ég var ekki að fatta það. Ég hlustaði ekki svona langt, ég held ég skipaði það. En það? Já, því við vorum búin að hlusta smá saman. Þannig ég ekki, fuck it, ég þarf ekki að heyra þetta aftur. Brave enough to ride the handle. The If you know, you know. If you fucking know, you know, sko. Og þetta líka, gett mikið að tala um þetta á TikTok. Það? Já. Þetta atriði? Já, það var eitthvað svona trend, eitthvað TikTok sem ég sá, eitthvað. Það var inn í svona bókabúð og að tala um svona, já, hérna, ertu með bók sem að hann lætur hann að sofa hjá skaftið á hnífi? Já, þessi. Já. Þetta er náttúrulega bara svona mest sjokkarandi í þessari mynd, nei, bók. Spólumynd, hljóðbók, já, nei, er það ekki? Jú. Þetta var bara svona, þetta var mesta. Já. Mér finnst það, sko. Þetta var sem ég var svona, ok, og þá var ég, já, þetta var mjög dark, en þú veist, auðvitað margt annað líka alveg dark. Já. En þetta var mest sjokkarandi. Já, þetta var það, sko. Ég held að disclaimerin lét mig halda að bókin verði 500 sem verri. Já, same. En hún var í rauninu bara frekar auðveld með að við... Já, því að allt sem að ég verið að nefna er bara svona briefly auka hlutur. Fyrsta líf. Glemdu að setja silent, krakkar. Já. Það er ekki betur en að ringja í þig á þessum tíma. Kvölds. Einmitt, áttum við vera. Nei, en hérna, hvað var að segja? Já, nei, þú veist, ég held að hún er miklu verri. Já. Út af disclaimernum og svo var hún bara svona tiltölulega auðveld þannig séð, þú veist, ég var ekki jafn svona oft disgusted eins og ég held ég myndi verða. Já, ég líka. Þú veist, já, ég held það líka að það væri meira kinky, sko, en þú veist, það var alveg mjög kinky. Mjög. Eitthvað svona stalker fetish og eitthvað svona... En já, ég held að við vorum bara vel undirbúnar. Já. Það er svona brá mér ekki nógu mikið. Já, ég held að... En svo, þetta myndi mig ekki mikið á þættina.
Svona, hvernig hann hugsaði henni og svona kannski meira sexy eða þú veist. Já, já. Þú veist, það er ekki eins mikið, ekki kynlífsvinnur eða eitthvað þannig í þáttunum, ekki sem ég man eftir allavega. En svona hvernig hann hugsaði, skilurðu, og hvernig hann svona narritaði, þá verður svona, þetta minnum við smá á Joe Goldberg, sko, nema kannski svona TikTok útgáfun og honum. Já, algjörlega. Akkur gæti hann aldrei bara sagt TikTok? TikTok, já, hvað það? Má það bara ekki eða eitthvað? Örugglega ekki. Það hlýtur að vera eitthvað svo mikið, sko. Að því að maður var bara svona, maður gæti séð það bara. Uppáhald samfélagsmiðla appi mitt, já. Og bara eitthvað svona, já, bara eitthvað, left the caption, the comment, like my comment, þetta var allt bara, já, þú ert að tala um TikTok. Þetta er smá, já, þú veist, þetta er að tala um TikTok, skilur, það er svo fyndið. En það komur líka óvart hvað, hann var fyndin. Já. Þú veist hvað, þú veist þessi stolker dæmi, þú veist hvað hann var líka bara svona, ég veit ekki, ég komur óvart það hvað hann átti líka alveg svona góð moments í milli, maður var alveg svona, stundum. Það var alveg charming karakter, sko. Já, það var það, sko. Maður er svona, am I messed up? Ég veit það, ég held að ég búið að andis messa upp á fólki með svona bókum, Ég held það líka. Ég held að fólk sjálf að missa viti, sko. Ég held það líka. Það er eitthvað svona hugsanir sem ég hef aldrei verið með áður, sko. Nei, ég var alltaf sumar hluti ég aldrei ímyndum að ranna, sko. Og ég vissi ekki að fólk verið með svona grímufettis, no. Já, og stolkarfettis. Bara ég vonandi bristurinn í húsum mitt, skilur við. Já. What the hell? Já. Ég var bara, nei. Bara please aldrei. Aldrei. Bara hataði mér brúðið. Já, það var hræðilegt. Já. Og líka allt þetta myndavala dæmi, skilur við, ég var bara svona, það var eitthvað við það samt ég var svona, já, ég vonandi að hann er að hóra á hana, skilur við. Já. Okkur var maður intrigued by it. Já, af hverju? Ég held að þetta sé bara mjög mikið stórt vandamál. Já. Og þetta er svona, þú veist, að þetta er ég ætla ekki að segja þetta sé nútíma klám, að þetta er alls ekki nútíma. Bækur eru búin að vera til og lengur en klámið. Já. En þetta er samt eitthvað því þetta er trending. Bækur? Já, og svona hljóðbækur og svona bækur, svona spicy bækur, þær eru trending, þannig ég svona, erum við að fokka upp, ég veit ekki, kannski er þetta ekki svona fokka upp, kannski er vanillasex, kannski það bara boring, já, þú veist, ég veit ekki. Já, þú veist ekki verið mannskið að fíla eitthvað kikki. Nei, alls ekki. Og allir bara fíla sitt. En það sem ég svona mest að pæla, að því að það er svo ungt fólk að hlusta á þessa bækur. Þegar ég var að hlusta á bækur og lesa bækur þegar ég var yngri, það var ekki hint af spiciness. Nei. Og núna eru bara fólk bara í grunnskóla að lesa þetta. Já, bara Summer I Turned Pretty og allt þetta, skilur þú veist. Það er enda ekki spicy. Nei, en þú veist, það samt er einhvern veginn kynlíf í öll, ég man ekki eftir að lesa neitt. Það er ekki kynlíf í Summer I Turned Pretty. Jú. Ekkert eitthvað þannig. Nei, við erum ekki að tala um eitthvað að write a handle á ykkur, sko. En ég er að tala um, þú veist, ég man eftir að lesa bækur í grunnskóla sem bara það var ekki svo talað um þetta. Nei, ég segja það. Þú veist, ég var bara að hlusta á Harry Potter og eitthvað, skilur. Þú veist, það er valla eitt koss. Já. Og svo er fólk að bara Twisted-serían er mjög vinsæl hjá fólki í grunnskóla, sko. Já, það er galið. Og það er dirty dæmi, sko. Já, það er galið dæmi. Já. En já, ég held að þessi mynd, hvað segir maður alltaf mynd? En ég ímynda mér hana mjög vel, sko. Já, mér líka. Þú veist, þannig að kannski... En sástu fyrir húsi hennar á 2 hæðum einni? Ég sá hana bara fyrir mér í íbúð, ég veit ekki okkur. Já, hann satt alveg með patio og drive-in-kerslu og eitthvað. Já, var það með innkeyrslu? Já. Já, ok. Það var ekki eitthvað stóra, skilur, en bíllinn var hana. Já. Þú veist, alveg uppið húsið, en það var líka eitthvað svona patio fyrir framan og eitthvað. Já, ok. En ég man aldrei að, þú veist, það stóð stigi. En þegar að, nauðgaravinur okkar kom í heimsókn. Bradley. Já. Þá sá ég hana fyrir mér standa efst í stiga. Og hann niðri, útidurhörni. Já. Já, hún var allan fyrir aftan hann, sko. En já, ég myndi mér ekki stiga. Nei, ég veit ekki af hverju. Ég veit ekki heldur af hverju ég var með stigan, sko. Nei. Þú veist, 2 hæðir. En það var ógeðslegt. Hann eitthvað mættur og með bara kill kit. Já, ógeðslegt. Ógeðslegt. Ég held samt, þú veist, okay, það sem ég fannst svona, þegar ég var datt inn í bókinni, ég var fyrst alveg svona, ég þorist ekki, og ég sendi eitthvað sem herri, ég ætla að byrja núna á bókinni, bara þið viljum helst svona vera samferða. Já. Og ég gæti að byrja núna á henni og var bara upp í bústað og það var bara allt slögt og eitthvað, hlusta disclaimerinn og ég bara, nei, ég meika það ekki, ég bara, þú veist, ég þorði því ekki að þetta disclaimerinn var svo, ég held bara að ég myndi fá martraðir eitthvað, þú veist, ég horfði á þættina sem voru á sjónvarpssímanum hana Irsubókina og þú veist, ég fekk martraðir, skilur ég marga daga, þannig ég bara, ég get ekki hlustað, ég verði að gera þetta bara þegar dagsljós og byrta og ég verði ekki að prættu eitthvað. Þannig að disclaimer var klárlega, þú veist, miklu hræðilegri
heldur en actually bókin sjálf og svo þegar ég var svona dottin inn í hana þá var ég svona, ok, hver verður söguþráðurinn, af því að við hefum hittumst og við vorum bara, ok, við erum búin með svona cirka 2 tíma og hún buggaði mig ekki mikið að hún er búin að fatta þau eru strax búin að hittast, hún er búin að fatta hver hann er já, það buggaði mig líka geðið mikið þegar hún mætti heim til hans og það var anti-climax bara, ég veit, Josh en er það gert einhvern veginn svo að fólk verði ekki alveg delusional bara að það ekki alveg ókunnur einhver skilur, veistu hvað ég meina það hlýtur að vera gert svona til þess að maður fokk ekki alveg haustum á fólki að því hún vissi allir tíma að það er þessi Josh og hann líka kemur alltaf Josh þú veist þegar hann byrjar að tala Josh okkur við það strax það er skemmtilegra smá meira svona hver er þetta hvað varst ég bara að segja? Nei, góð punktur. Ég held að bókin hefur verið miklu betri ef við hefum mútt að reyna að fatta hver var það mest gæværi. Svo væri það bara eitthvað sjokk, skilu. Það hefur verið geðveikt. En það kannski meikar ekki sens að því að, þú veist, plottið var ókslega mikið að hann var að reyna að fela, þú veist, það var svo mikið hanslið líka. Og hann var þessi hakkari og eitthvað þannig. Ég var spennt að sjá þú veist söguþráðin. Ég var spennt að sjá svona hvað ætlaði að gera út úr þessu því að þau voru búin að kynnast, þau voru búin að hittast, þau vissu hver hann væri og þetta var svo, mjög bara hvað þau bara frá gift ykkur eða þú veist, hvert þau komin og þú veist, maður vissi alltaf, maður var alltaf að bíða eftir meira og meira þú veist, pappa hans. The Kendall killer eða eitthvað. The Kendall killer, og þannig að maður var alltaf svona einhvern veginn meira að bíða eftir því, það kom minna af því enn ég hélt en þannig ég ætla að gefa mér að því ég sá það til bók nr. 2 að það snúist meir það. Já, gæti alveg verið. Að hann kannski verið meira twisted eða eitthvað, þú veist. Já, eða, þú veist, ég hélt alveg svona þegar kom að endanum og hún var eitthvað svona, the mask man is telling, þú veist, hún vaknar þarna, hún er bara, ég ekki lengur heima hjá mér og þá var ég bara okkur það. Ég hélt það líka, ég var að vona það smá en samt ekki, skilur. Ég veit okkur var ég að vona það. Bara svo sé eitthvað smá svona, what the fuck? Smá cliffhanger. Það var engin cliffhanger. Nei, ekki neitt, bara þau var bara að gifta sig hann og bara minnstu köttur þeirra geta óþekkur. Ég held að væri að fara að vera eitthvað, þú veist, bara mafíusétt hann inn í little cabin þeirra. Nei, kötturinn. Já, bara boring. Ég held líka þegar hann var að elda með í skóginum hann í endan. Það var eitthvað annars. Ég líka. Ég var smá að vona að hann kom að drepa hann eða eitthvað, skilju. Ég líka. Það vantaði smá eitthvað í það. Ég er sammála. Þetta var ómikið, þú veist, að því ég var svo undirbúin í einhverja þvælu. Þá var ég alltaf að bíða eftir the dark and twist, skilur. Þannig að hausinn minn fór bara lengra en bókin. Miklu lengra, sko, ég var bara þetta pappans. Oh my god, ég var alveg komið bara svona, hann er búin að losna. Var hann ekki settur í death penalty? Ég nú man ég það ekki. Ég minnir að hann hefur dáinn. Ok, kannski. Ég man það samt ekki alveg. Nei, ég man það ekki, sko, þannig ég var bara, er hann búin að losna? Það var crazy. Og að því hún var alveg svona, hún fann fyrir, hún fann fyrir, hvað þú veist, tippið var stórt og eitthvað, hún var útskýrð, þú veist, þannig að þegar hún var í skóginum, þannig ég veist bara, kannski er þetta pappans, alveg eins. Það verður alltaf að tala um hvað er ógeðslega líkir. Já, þannig ég ætla þetta að sé hann. Þess vegna ég hugsa svona, ég held að sé more to come með pappans, ég veit ekki af hverju. Já, kannski er hann ekki þá, ég man það ekki. Man það ekki heldur. Af því að mamma hennar er dáin alltaf. Ég man það ekki heldur. Það sé bara fangelsi, sko. Það er eitthvað Netflix, það er svona þáttaserja mann, sögðu ekki Netflix, en það er þáttaserja. Já, ég veit það ekki. Nú man ég ekki alveg hvort hann hafi verið dáinn. Ekki heldur, en ég ætla hann að vera alltaf svona, ég samlaði, það vantaði mér svona umfið í eitthvað svona, hver er þetta, hvað er gerast. Já, með hana Bradley, hana Ripist-gæjan, Bradley Bloom, já. Þú veist, hann dó bara svo anti-climatic líka. Svo, hvað var það? Já. Það er svo hún sagði bara, það var svo anti-climatic. Já, ég var bara samla. Þannig að hún ekki eðla tvistið til hausnum, sko. Já. Maður fekk að sjá það. En líka því að Tyler, vinnur hans Josh, var hans að tala um að hann hefði verið tekin af einhverjum lyfjum. Þannig ég var alltaf að bíða eftir að myndi smá sturlast. Já. Hann hætti að lífa hann, sko. Já. Og líka bara ef hann muni vilja eitthvað svona drepa svona, já. Með svona gott plottdæmi að pappans hafi verið ráðmorðingi. Ég hef ekki heyrt þetta áður í svona bók. Nei. Já. Það er svona, ég vildi alltaf sama og líka sem ég fílaði er að gellan var ekki pingu lítil. Samla, ég elskaði það, bara lift weights, stórlæri og bara hávaxin. Hann var alltaf eitthvað pingu lítil sem var bara gett létt og auðvitað að lifta upp og hún eitthvað var, ég var alltaf ímyndað mér eitthvað myndi lifta mér upp og hver myndi geta það. Og ég elskaði það. Já, ég elskaði það líka. Það var svona,
svona breath of fresh air, sko. Já, hvernig var hárið hennar? Ég man það ekki. Dökkar, hún var ítölsk, sko. Já, ég sá hana fyrir mér dökkar. Já, líka svona. En sá ekki neitt andlit valla hára á henni. Nei, já, ég sá hann bara miklu meira fyrir mér. Já, ég líka. Svo mikið fyrir mér. Held að hún var dugleg að lýsa honum. Já. Hann var aldrei eitthvað, hún svo, jú, eitthvað. Og bara kom verið hot. Já. Bara her ass og eitthvað. Já. Ég get índum með rassin á henni, sko. En ekki andlit á henni. Já, hann getur lærið á henni. Þannig að þú veist. Já. En já, þetta var, þetta kom mér á óvart. Já, sammála. Þetta var ekki eins hræðilegt og ég held að þetta myndi vera. Nei, en ég er búin að tala við fólk sem að fílar dark romance bækur og þetta er bara algjör beginner pulsa, sko. Þetta er það sem sagt, já. Það er til grófara dæmi að núti. Já, ég hef heyrt að þessi Haunting Adeline sé alveg hræðileg, sko. Já, ég hef heyrt að þetta sé rosalegt. Sko, já, þegar ég var að tala við eina sem var að mæla með henni. Þá spila hann fyrir mig disclaimerin og hún var bara, nei, þetta er ekki alveg svona. Ég var bara, glindu þess að flusta á það. En hún var bara, já, þú veist, en núna skil ég það. Já, bara disclaimerin, já, þetta bara eitthvað unintentional cannibalism. Svo bara svona, það var bara ein setning. Já, og þú veist, það tengdist ekki þessu scenario, þetta var eitthvað sem gerist in the past. Já. Þannig ég var svona, þetta er ekkit það hræðilegt. Ég held að þau voru bara, elda eitthvað steik bara, ég sá fyrir mig bara svona þannig shit, skilur við. Já, bara elda brallega eitthvað. Já. Já. Já, en já, svo var það bara, þetta barbecue og pappans eldaði ofan í allt hverfið sem er alveg nasti, skilur. Það er ógeðslegt. En ég var ekki, þú veist, það investið í þeirri sögu. Nei, ekki heldur. Þetta er gömul saga, þú veist. Þetta er liðið og þetta er ekki kartundar sem við erum að fylgjast með. Já. Ég samlaði, sko. En já, þannig ég trú alveg að disclaimer, ég var alltaf að muna ekki taka aftur jafn mikið mark og disclaimer eins og ég gerði annars, sko. Nei, ekki heldur. Mér finnst það óþarf disclaimer. Óþarfi. Þú veist, hafðu bara svona eitthvað sem þú getur lesið þá og þú getur röndi yfir bara að því að þetta hrættir mann alveg og líka bara svo mikið svona, þú veist, í öllum bókum er yfirleitt death of a parent. Já, það er yfirleitt bara í öllum karakterum. Og alcohol consumption. Já, þú veist, slökum á því. Já, það var vinglas, sko. Já. Fæksir kannski á hverju kvöldi samt, en þú veist, eitt glas. Já, en ég held að væri að fara að vera eitthvað svona, þú veist, ofintoxicated dæmi, eitthvað bleið. En já, þetta var ekki eins og aldrei helt. En þú veist, fyrir utan það, við erum að tala eitthvað blóðfettis og hnífafettis. Já. Tengi ekki við þetta. Nei, bara aldrei ekki. En bara you do you, sko, það fari bara alveg. Já. Bara þegar hún stakk hana í fyrsta skipti, þá var bara svona, ég held að það væri að vera meira svona drama og myndi bara óvart drepa, eða þú veist. Bara djúft eða eitthvað, Ég veit. Já, það var ekkert mikið blóðdæmi. Nei. En það var bara alltaf að tala um það. Já. En þau voru aldrei að gera það. Hann var bara að gera það á TikTokinu sínu. Já. Alltaf með eitthvað sem gerur blóð og eitthvað. Já. Svo fyndið að heyra, þú veist, svona kommentin hjá gælunum undir vídeo. Þetta var svona mjög realistic dæmi. Fældi ekki að fyndið að vera svona típa sem er eitthvað að kommenta svona thirst traps og svona TikTok-görum. Þú veist, já, þú veist. Já, það er alveg til fólk sem er þar bara. Já. Ég bara, við erum alltaf að sjá þetta ekki, skilur við. Nei. Thirst traps. En gæti þetta verið á TikTok, svona hnífur og blóð? Já, ef það er eitthvað merkt rétt, skilur ég. En hann er aldrei með caption. Nei, en hún segi eitthvað enough to get him not banned, þannig að þetta er eitthvað voða svona... Já, það var líka þegar, þú veist, það var svona næstu runga sér, skilur, en það bara sást aldrei eitthvað, hann var ekki sína nóg til þess að gera hann banned. Ég held að þetta slæta alveg, sko. Svona hnífa sétt. Ég veit ekki, allan svona næstu í klám. Hann langar að vita hvort það sé eitthvað svona grímudæmi sem þetta er inspirað af eða eitthvað. Það hlýtur að vera. Og líka bara að vita hvort eitthvað sé búin að leika þetta eftir. Fattur þau? Pottet. Þessi myndbönd. Já, pottet. Að ég var einmitt að skoða... Ég vil bara ekki eyðileggja algoritmum. Nei, svo er það. Nei, svo er það, sko. Nei, ég tjekka eitthvað á hann eitthvað, veist, inn á TikTok og var svona skoða bara aðeins þessa bók og þá sá ég eitthvað var komið með, þú veist, bláu grímuna sem er á coverinu á bókinni. Sat eitthvað sem gett massar, eitthvað var að lesa bókinni. Svona, ert þú að vera Josh? Já. Josh var alveg, fyrir utan allt þetta skrindót, þá var hann alveg heillandi karakter, sko. Mér finnst það skemmtilegur. Já. Mér finnst það alveg skemmtilegur. Mjög fyndinn. Þetta var alveg svona vel skrifaði karakterinn, sko. Þetta hélt mér alveg. Ég þetta gerði það nefnilega. Það kom mér á óvart, sko. Já. Hefði ekki haldið. Nei. Já. En þú veist, ég var samt alveg svona tímabúti verið svona
að ég var kannski bara orðin það mest í sögunni, ég var svona spennt að heyra ekki spennt og líka bara forvitin, hvert er þetta að fara, hvert er þessi bók að fara að ég var stundum svona, það hætti stundum ekki líf það er að gera eitthvað. Þetta var samt ekkert eitthvað yfirleitt það langir kaflar. Nei, alls ekki, sko, en ég var samtala stundu var ég bara svona, Já, mér sögurþróun mjög skemmtilega heldur en þetta kynlíf, sko. Já. Eða þú veist, að fylgjast með því. Svo allt í einu komið mafían inn í þetta, maður svona, what? Já. Ok. Convenient. Já, það er alltaf eitthvað svona geðið mikið hart. Já, frendi minn. Já. En yfirleitt er það gaurinn sem er svona reddarinn, sko. Já. Þannig að það er gaman að sjá hún. Hún redda þessu. Hún græði þetta. Já, samt var það gaur sem er frendinar, skilur. En það var alveg svona einhvað twist. Því ég var búin að skrifa hjá mér, er hún Italian? Og svo þetta var bara, já, ok. Já, bara definitely. Já, Nico, já. Ég bara, ok, já. Og svo bara mafían og eitthvað. Þannig var svona, ok. Er bara mafía í öllum fylgjum, eða? Ég held það, sko. Ég held að mafía bara er alveg, þú veist. Alls það. Ég var svona flestum, sko. Stórlöndum. Ok. Já, ég veit að það sé, þú veist, Bandaríkjunum, skilur. Ég tala bara allir fylgjum. Ég held að kannski væri bara Boston eða eitthvað New York eða eitthvað. Meina það, kannski dreifið úr sér. Hvar voru þau? Ég hef ekki hugmynd. Ekki heldur. Þú segir þetta. Ég googla hvar það, af því að ég náði ekki að sjá fyrir mér neina borg. Ég sá fyrir mér, en ég ger það eiginlega alltaf þegar það tala eitthvað gerist svona í Bandaríkjunum, þá sé ég eiginlega alltaf fyrir mér Boston, bara því bjóðar. Já. Þannig svona ímynda mér skilur göturnar og eitthvað. Einmitt. En það er bara svo ótrúlega óbandarísk borg einhvern veginn. Það er svo evrópsk borg. Já, það er það, sko. Hvað heitir þetta? Lights Out? Lights Out. Alyssa. Nei, hvað heitir hún? Hún heitir Vanessa rithöfundurinn. Vanessa. Það ekki, Vanessa. Navessa. Navessa, já. Já, Navessa Allen. Hvað skrifa setting? Já, bara, where is it supposed to happen? Chicago, what? Ok. Ok, ég sá þetta ekki. Nei. Ég sé þetta alltaf verið fyrir mig þannig. Ég veit að þetta var Chicago. Já, ég var aldrei farið. Já, ég var farið til þess, sko. Það er svona miklu meira towers og eitthvað svona. Ég sá fyrir mér allt svona meira suburb, eitthvað neginn. Já, ég er nefnilega líka, sko. Ég sá þetta gett mikið fyrir, hefur síðan að Shameless þættina. Ég var endur ekki að horta á. Ég seti ekki fyrir mig þannig húsin. Ok. Eða svona, ég veit ekki hvernig útskýra, svona gett bandarískt eitthvað svona þannig settingi. Já. Þegar hún bjóði ykkur útkverfið hana. Áhugavert. Já, þess að sá ég fyrir mér heldur svona Boston, bara svona útkverfi í Boston, skilur þú veist, ekki bara downtown. En svona útkverfi, sko. Ég sá alltaf fyrir mér allt geðið dimm. Ég líka. Bara í allir bókinni. Ég stæri ekki bara svona dimmt, sko. Nema þegar hún var að vinna. Já, það var náttúrulega bara svona spítaljós eins og hérna. Þess að það gekk kallt. Já. Alveg svona óþægilegt. Einmitt. Já, það veistu það, þessi bók komur á óvart, sko. Já. Og varstu með einhverja notes sem við varst að lesa það? Því við ákveðum að gera notes. Ég var ætluð að gera það, en ég Ég gerði það, ég stóð með mitt. Já, gott að þú gerði það. En nei, ég var bara, þú veist, ég var eiginlega búin að, þú veist, allir punktarnir sem ég var með voru eiginlega bara fram að þessu skilur sem að, við erum búin að fara yfir þá líka, en var eiginlega bara þegar við hittum svona 2 tíma, þú veist, þá var ég búin að vera að hugsa svo mikið og ég var bara svona, og við erum komin yfir það núna, en ég var svona, já, það var eiginlega bara sem pældi mest í, bara þú veist, hvernig er þessi saga að fara, ég var gett hugsa það og ég var líka alltaf að bíða eftir öllu sem var sagt í disclaimernum. Ég líka, þess vegna er þetta svo mikið spoil. Já. Svo þegar loksins kom hann að bara bíðusagan, það er bara, there it is. En, hérna, cannibalism. Ég var bara svona að skrifa leið hugsaði eitthvað. Já. Og bara alls konar sem skiptir ekki máli. En ég skrifaði hérna, ég elskar hvernig hann tala Fred. Kísuna. Já. Ég elskaði það, ég var bara good mommy and daddy time. Já, ég var bara svo krútlegt. Ég sá það mér svo geði svona fíl út á kött. Ég var ekki mikið kattamannaski en ég elskaði hann kött. Já, ég fílaði hann kött, sko. Alltaf bara, scoop him up. Mér var það svo krútlegt þegar hann sagði, scooped Fred up. Já. Svo fannst mér líka ógeðslega fyndið hérna, nei, sko, með það og líka með, hvað var það annað með kísuna? Hérna, hvað honum fannst gaman að vera loved by Fred. Já. Mér varst það svo krútlegt, já. Það var svo sætt og hérna kommentu að, þú veist, kettir elskar bara sociopata. Já, einmitt. Og það er þau 2. Nákvæmlega. Mjög gott, sko. Ég veit þau, maður sjá. Já, hérna bara, er hann að biðja hann að sofa á hnípnum? Ég skildi þetta ekki. Ég var bara, var hann að því? Bara stakk hnípnum og var bara eitthvað,
Reddit. Já, og ég var bara, nei, það getur nú ekki verið. Svo gerast það alveg svona 20 mínútur seinna Og líka hún var sko blindfoldið á meðan. Já, og þess að hann hélt svona í skaftið, örgulega svo hún myndi ekki fara niður hníf. stinga úrvart. Það var alveg bara, no. Og fyrst sá ég þetta fyrir mér svona sem bara svona eldhúshníf heima á mér, skilur. Og ég sá þetta alveg fyrir mér bara svona scary movie hníf. Það, Já. ég sá fyrir mér svona einhvern veginn svona bara eldhúshníf sem með þau svörtu skafti ekki. Ég sá svona stál. Já, en svo þegar hún byrjaði að útskrifa, þetta er svo kalt. Ég var bara, þetta er stál. Já. Rosalegt. Þarna voru það ekki búin að sofa saman. Nei, það var ennþá ekki að spara það. Sofum hjá hníf. Já, svo hjá nýf. Ok. Svo bara þú fær nýja dýn á morgun. Bara alltaf þetta. Ég er búin að panta rúmið. Já. Engin gaur getur hugsað svona fram í tíman. Bitt. Höfum þá á hreinu. Já. Já, hérna er ég að segja, elska að hún sé tall and muscular. Já, elska. Og svo fundum við það með lambósettina. Já, balklafa. Hann bara held hann hefði bara dáið eða þessu orðið blindu þegar hann vaknaði hana. Já. Hann var bara snúast til hliðar. En pældi ykkur balklafa hljómar, þú veist, hérna, cool. En að lambúsetta. Já, lambúsett er hræðilegt. Pældi var bara, já, ég er með lambúsetti. Já. Ég var bara, ertu á leikskóla? Mér fannst líka, sem ég man að ég hugsaði, er hérna, með, þú veist, hann fyrst var hann ekki að tala við hana. Það var bara texting fyrir framan hana. Svo fekk hann svona muffle, eitthvað moist. Já, svo gleymdi hann því og ég var bara svona, hann var of unconsistent. Já. Fattur hann var Messi. Já, hann var Messi, hann var smá Messi, sko. Hann var góður í að hakka öllu því. En ég svo, damn, það var alveg gaman að hlusta, þú veist. En þetta var örugglega fyrsta skiptið hans sem hann var að stólka eitthvað, eða ekki? Jó. Það hljómaði þannig. Örugglega, þú veist, Tyler sagðarlega, þú veist, hann kynni sér alla. Já. Þú veist, hann er bara með alla hreinu í líf. Já, örugglega. En líka bara þegar hann talaði óvart. Já, ég segi það. Svo var hann bara, og gerði Batman rödd, skilur einhvern veginn. Já. Ég væri bara svona, að því hún vissi hver það var all tíman. Og ég væri bara, gaur. Þú sleppti þessu. Já. What are you doing? En hún var sann, sko, hún vissi að það væri hann, en svo var hann ekki alveg viss. Já, hún var eitthvað svona, hún var ok, þarna fekk ég að staðfest, ég held að vera búin að staðfesta það. Nei, hún var svona assumption. Þetta var alveg ágætt bók, sko. Þetta var alveg ágætt bók, hún kom óvart, já, hún gerði það. Smá, já. Gætalið númer 2. Það, ég veit það ekki. Ég veit það ekki, gæti það, jú, þú veist, ég gæti það alveg. Já, ég er ekki viss, sko. Svona fór þau bara, þú veist, ef ég hef ekkert betra að gera í lífinu. Og svo típist, já, ég skrifa líka martial arts, svo típist að hann sé bara búin að læra martial arts. Já. Það er alltaf eitthvað svona. Og hún alltaf. Var hún líka búin að læra martial arts? Þú veist, hún var í þetta defend... defense-stóttina. Já. Svo finnst líka bara bandaríkja menn bara auðvelt að eiga byssu. Já, það er bara í skúffinu henni. Já, bara ekki eðla mikið að byssum. Hvað það fyndi? Já, og svo fannst mér hérna... Þannig típist náttúrulega, já, allt í henni var bara líka með gerfiskegg og gleru í veskinu sínu. Já. Bara þegar hann var að hitta mafíuna. Já, bara til líkast ekki pappa sínum. Já. Það var mjög svona, þess vegna er svona með hvað tala mikið um hvað er líkir. Þú veist, ég bara, the story's not done. Nei, það ekki hlýtur að vera eitthvað. Hans var ekkert eðla disappointed, ég myndi að fara í hina bókina og það var ekki neitt meira með pappans. Satt, sko. Hann vita samt hvort hann hafi verið dáinn. Því ég sá hann fyrir allir tíma dáinn, svona var ég ekkert að hugsa að hann myndi geta komið. En þú er að googla heldur spoiler? Mér er alveg sama, sko. Ok. Ég held ég mér ekki fyrir bók 2. Já. Book 2 in the instant USA Today best-selling trilogy. From the viral TikTok. The trilogy? Já. Sæll. Herru, þetta er Nico. Er það Nico? Þetta er Nico Pov. Þetta er nýtt Pov, þetta er bara, já, ok. Ok, þetta er bara svona twisted love dæmi. Já, mitt. Er það bók 2 eða? Já, bók 2 er Nico. Þá er ég off. Þá eru þau bara búin að, hérna. Þau eru bara búin með sína sög. Já. Sé ekki. Boring. Já. Þetta er hann dead or alive? Akkur liður mér svona, hérna hafi farið í döðrafsingar? Já. Það getur alveg verið. En ég man það ekki. Það var bara slæta mjög mikið framhjá því, sko. Já. Einmitt. Það með síndast bók 2 vera Nico Jr. Já, einmitt. Þú veist, hérna Nico Jr. knows Lauren Marchetti is off limits.
Já, því þetta var bara eitthvað happily ever eftir hann á þeim, Basically, já. Það var of mikið eitthvað þannig, fyrst mér. Já, það var alltaf mikið bara, næstu köttur Það bara fyrir mig næst spann. Ég bara svona, what the hell, þeir eru það hella twistið en ekki einu spenn. Nei, satt. Það er svekk. Ég hef alveg getað fylgst með þeim aðeins lengur. Ég veit ekki alveg. Ég held að það myndi bara skemma held ég fyrir mér. Svona sem við fórum of langt inn í Housemate. Já, kannski. Það er satt. Þannig að stundum á maður bara, ef maður líst á eitthvað, ekki bara leave it there, sko. Nema þegar kemur okkur svona góðum fantasy-seríum, sko. Já. Það get ég hætt. En hérna, já, ég var eitthvað að spyrja Rebekku hvaða bóku hérna ég ætti að velja fyrir okkur næst. Og þú veist, ég vil fá okkur að fantasy-bóka, því ég er að velja núna. Ok, hún sendir mér svona ræðu, sko. Ok, spennandi. En, já, ok. Sjá. Sko, mér langar að taka Throne of Glass, en hún er ekki komin. Nei. Á Storytel. Já, hún kemur april 2006. Vá, ok. Ok, Crescent City er flókið. Þar sem ég held að þú myndi kannski geta skilið betur. Já. Ekki á flókin heim, samt. Quicksilver, ég er búin að sjá mikið hana. Ég held að það sé bara ein bók. Er hún hann inni? Quicksilver? Já. En hvað með þessar sem voru með álfa og voru með iPhone og eitthvað? Það er Crescent City. Hún sagði hún sem var flókin. Quicksilver, erum við að tala um hérna by Kelly Hart? Þessi efsta, já. Þessi? Er hún komin, eða? Já, þetta er sko, mér finnst það ekki eins og hljómar spennandi. Þetta eru 20 klukkutímar. Já. Það er nú ekki skrítið. En þetta er ekki dramatized. Nei. Crescent City er til dramatized nefnilega, sko. Hvert það ég fara með það? Crescent City. Þá eru þau ymmið á bara mótorhjólum og hvað svona shit, sko. Með þess að hérna House of Earth and Blood. Ég ætla að velja ykkur að ræðilega næst. Já, þetta er Sarah J. Maas líka. Eitthvað ræðilega næst? Já. Af hverju? Bara eitthvað svona skelfilega bara. Ok. Horror. Úi. Af hverju? Ég veit ekki. Gast falla að hlusta á þessa þess að vera með kveikljósin, sko. Já, allan ekki þetta disclaimerin byrjaði, sko. Nei. Það var scary. Ok, þannig ég veit ekki alveg hvað við erum að hlusta á næst, sko. Nei. Langar eitthvað að kíkja topplistana? Já. Ok. Já, hérna, þessi, ég er búin að sjá þessi svolítið mikið á TikTok. Icebreaker. Já, ég er búin að sjá þessa líka. Jú. Það er ógeðslega mikið svona hockey romance í gangi í Bandaríkjunum. Já. Og þessi á að vera mjög, hún er alltaf mjög vinsæl. Já, hún líka lukkar sem svona krútbók. Já. Þannig að, ég var að prófa hana. Icebreaker eftir Hannah Grace. Þannig að við erum ekki að vera fantasy. Ég er sjálf bara ein í fantasíinu. Ok, það bara býða betri tíma. Þannig til ég finn einhvað sem að þú ræði við. Ok, geðvægt til það. Ég er mjög til það. Já, ég held sem mögulega búnar með það sem er svona kannski beginner friendly, sko. Ok. Nefnum þessi Quicksilver á að vera mjög góð líka. Hún er ein, þannig að það er kannski líka alveg gott sétt til að fara í. Það verður bara öðruvísi að hlusta, ekki dramatist. Já, það er umrætt, sko. Já, það verður bara svona öðruvísi. Ég held að það sé samt ekki sem fantasy, þetta Quicksilver dæmi. Nei, kannski verður það bara næsta bók. Kannski. En alltaf núna ætla að fara í Icebreaker. Já, gerum það. Einhver dúllubók. Já, hún er bara eitthvað krútbók. Mér langar að sjá eitt bara því við vorum að tala um Lights Out. Bara hvað Ég held samt að ég sé gett skemmtar og þetta verður bara leiðilegt að hlusta á svona dúllubók, sko. Já, kannski. Sjáum til. En kannski verður bara næst að hafa svona dúlló. Ég veit ekki, pröfum það. En hún var 4,5 þessi á Storytel. Icebreakers. Nei, Lights Out. Það er nokkuð komment, elska þessa, mæli mikið með, og svo er annað hérna, ég hef aldrei verið spennt fyrir bók og þessari átti erfitt með að leggja hana frá mér. Þessi ríghjalt mér frá uppáða til enda, mæli með. Góður lesendur líka. Já, lesendur gerð svona 10 sinni betur, bókin kom mér mjög mikið óvart. Ég myndi bara heyra hjá fólki, eða heyra á TikTok bara, þú átt ekki að lesa hana og verður að hlusta á hana. Já, ég trúi því, sko. Já. So bara, what a gift to be able to write something so dark in such a hilarious way. I lived it from page 1. This will be bought in a physical copy to enjoy it many, many, many more times. Ok. Já, mjög góð mín uppáhaldsbók á árinu. Absolutely loved it. Þess var góð aðeins vægari útgáfa Hunting Adeline. Ok. Það er aðeins vægari útgáfa. Já. Sjáum hvort við þorum í Hunting Adeline einhvern tímann. Já, hún kemur inn á Storytel. Já.
ef hún Við kemur eigum ekki, met. þá það bara It's a sign. Já. Ég held sko hún var og hún farin út. Það málið. Ég held það. Kannski var hún nóg mikið. Já, kannski. Ég held hún var líka. Já, ég held það sko. Já, Hún vinnur að vinkun okkar hafi hlustað á hana þar sko. En já, við ætlum að taka krúttúlubók næst. Icebreakers. Icebreakers. Ó, það er sætt. Verið með okkur. Já, verið með okkur. Og við sjáumst í Ágúst. ágúst. Yes, sir.